Nú þegar tímabilið fyrir senn að hefjast ákvað Sindrafréttir að taka viðtöl við nokkra vel valda stuðningsmenn Sindra sem allir hafa einhverja tengingu við félagið. Annarkvort sem gömul legend eða einhver sem hafa getið af sér einar helstu góðsagnir Sindra frá upphafi. Bjössi? Já. Hvað ertu að gera? Ég er bara leggja mig hérna í sólinni aðeins. Það náttúrulega auðvitað áhorfendur verða að sýna mikið læti og áhuga í sumar. Við væntum mikil, sagði ykkur. Já, ég held að það verði bara með góðri mæting á völlinn og stýðum okkar lið, þá verður þetta erfiður heimavöllur. Stemmingin á vellinum! Ljónagrefja, við erum að fá mikið af mörkum. Og þá er ég að tala um mörkum frá okkur. Sindri skori mikið af mörkum og við þurfum að fá stúkuna hingað. Hér! Heist ekki stúka, Björn Ingi. Já, ég held að stelpurnar í ÍR verður svolítið erfiðar. Það er með þrjusu gott lið. En ekki dófið erfiðar fyrir okkur. Jáhá. Það er nokkuð lið. Ég vil segja Selfoss. Erfiðustu andstæðingarnir verður örugglega þessi lið þarna fyrir sunnan. Þarna HK Víkingur, 2 lið. Erfitt að keppa móti 2 liðum. Og Skagastelpurnar gætu verið sterkar. ÍR, Keflavík. En ég hef engar áhyggjur af þessum liðum. Við ráðum við þar allar. Sko, ég er aðeins búin að hugsa þetta og ég held að verði hitt uppáhaldsliðið mitt, ÍR. Kannski Keflavík og kannski HK Víkingur og jafnvel IA. Lykilmenn verða náttúrulega útlendingarnir eða bara alla stelpurnar sem koma annars staðar frá, heldur hún Hornafirði. Þær verða að vera lykilmenn og síðan höfum við old ladies eins og Jónu Benny sem er ekkert old ladies, en reynslubolti, við höfum Siggerði, reynslubolta, Lelli og bara svona get ég haldið áfram að nefna þér allar. Þetta eru flottur hópur, flottar stelpur, ég trúa þeim öllum. Lykilmenninni verður náttúrulega Jóna, hún er búin að vera þarna sennilega bara frá 70 og eitthvað. Já, og hún hérna Sóra Smól, hún er, ég segi nú að mikilvægasti leikmaður í öllum liðum með markmaðurinn. Sko, ég er ekki búin að sjá liðið spila, en ég vona að það verði sóknir og vörnin hafi ekkert að gera. Það er ekki hægt að gera búin eitthvað, það eru allar svo góðar. Það eru bara allar duglegar. Ég held að við getum orðið í 5. síðustu. Já, ef maður hefði verið spurður að þessu þegar að æfingarleikirnir voru og deildabikar og annað slíkt, þá hefði maður kannski ekkert verið allt of bjartsýnn. En í seinasta leik þá vann sigur, glæsilegu sigur. Við verðum fyrir ofan miðjum, klárt mál. Höfum meistaradeildarsæti sko, 4. sæti held ég. Við ætlum alltaf að vinna það. Við ætlum upp. Jónu Benny, hún hefur sennilega fundið upp beðið hérna. Alex, hún er svolítið flittuð. Og Ingu, hún er svo mikið svona leiðtogi einhvern veginn. Hún myndi alveg vita hvað þetta að gera. Ég get ekki gert upp á milli þeirra. Ég vil bara hafa ykkur allar með. Já, sko, ef þú hefði nú spurt með þessu fyrir svona 30 árum síðan eða eitthvað, þá hefði maður nú getað sagt já, pikka þessa með mér á Eyðeyju. Virkilega gaman. En nú er þetta bara ósanngjörn spurning. Ég get ekkert verið að segja nefna einhverjar 3 stelpur sem að ég myndi vilja taka með mér á Eyðeyju. Það lítur bara illa út. Þannig að ég myndi bara bjóða þeim öllum bara á einhverju eyju og Illi myndi sjá að elda hún í mannskapinn. Frábær kokkur. Seval yrði með uppistand og segi brandara og skemmtisögur. Klárt mál, klikkar ekki.
Sko, ég myndi bjóða Jónu með það því að hann langar svo frí. Og Eyju. Siggerði, hún svo lítil og pen, hún getur grafið hann í lundahóluna í egg handa okkur. Og þriðji, Sara, hún getur varið okkur ef að koma, þú veist, eitthvað villidýr. Bara hann geðfín. Mjög vel, ég rosalega ánægður, alveg óbóðslega. Hann bara fín. Já, hvað hver er þjálfarinn? Sindrafrétta.is